Andri Geir, velkominn. Komið áður í þáttinn hérna hjá mér. Þú ert verkfræðingur, ráðgjafi, búsettur aðalega erlendis, þannig að þú horfir nú á Ísland svona utan í frá, vestanpart, og hefur gert lengi. Það sem við ætlum að ræða hérna er, meðal annars það að menn hafa aðalega verið að fókusera á skuldavandann og skuldakreppuna. En mér skilst að þínum að þið sé þetta í rauninni kannski bara partur af stærra vandamáli. Já, ég held að þetta sé partur af stærra vandamáli og ég kalli þetta stundur láglauna kreppu sem varð hérna náttúrulega við gengisfellinguna og það er náttúrulega þessi lágu laun gera það að það er mjög erfitt fyrir heimilana á endur saman og þetta á bæði við þá sem eru með skuldir, þetta á ellilífeyrisþega, öryrkja, þá sem eru á leigumarkaðnum, það eru allir sem eru í þessu sama vandamáli og þessi forsendubrestur sem varð er náttúrulega hagstjórnin hrundi hér. Þannig að það er ekkert að líta á þetta sem bara sem skuldavandamál, það er eiginlega afleiðing af stærra vandamáli. Já. Þannig að það skýtur svolítið skökku við að vera, það auðvitað á að hjálpa þeir sem eru með lánasamningana, en það skýtur svolítið skökku við að sé verið að finna peninga fyrir þá á meðan verið að draga saman húsaleigubætur fyrir þá sem eru með leigusamninga. Það kemur svona eins og að sé verið að gera upp á milli formsins. Já, og náttúrulega verið að skera niður í heilbrigðiskerfinu. Og skera niður í heilbrigðiskerfinu, já. Þannig að maður sér ekki alveg samhengið í þessum aðgerðum og hver er rauði þráðurinn og þannig að það er mjög skiljanlegt að fólk segir það er engin sanngirni í þessu. Nei, en þetta náttúrulega tengist krónunni að miklu leyti. Já, ég segi það að við erum konu algjör endastöð með þennan sjálfstæða gjaldmiðil. Þessi 85 ára gamla tilraun eins og ég kalla hana, hún hefur mistekist. Og þetta vandamál sem við erum með núna með hjá heimilunum, þetta byrjaði fyrir löngu, fyrir 30 árum síðan. Við vorum komið með krónun í öngstræti hérna á 8. áratugnum og þegar Ólafur Jóhannesson setti lögin hérna með verðtrygginguna. Það var þess að bjarga okkur út úr öngstræti. Og það er alveg furðulegt að við skildum geta dröslast með þennan tvöfalda gjaldmiðil eins og ég kalla það, verðtryggð og óverðtryggða krónu í 30 ár. Já. Og svo náttúrulega springur þetta allt núna og miklu verri afleiðingum en annars vegna þess að sveiflurnar magna svo mikið upp. Þannig að ef þú lítur á þetta svona þá getur þú sagt að launafólki fái greitt í gengisfelldri krónu en fjármagnseigendur fá sitt í verðtryggðri krónu. Og það er náttúrulega ekki hægt að reka hagkerfi með svona tvöföldum gjaldmiðli til lengri tíma. Það eru tveir gjaldmiðlar í gangi. Það eru rauninni tveir gjaldmiðlar í gangi og við hefðum náttúrulega þetta búin að taka á þessu fyrir lifandis löngu. En við gerum ekkert fyrir en allt er komið í krísu og nú er ekki bara gjaldmiðilskrísa, nú er krísa skuldavandamál sem auðvitað agaleysi í peningamálastjórn samhliða þessari krónu er náttúrulega eitt aðal vandamáli. Og það gerist náttúrulega fyrir hrun að Seðlabankinn var alltaf að fókusera á þensluna og hélt hann geti bara hækkað vexti til að slá á þensluna en það öfuga gerðist, þenslan bara jókst en þess að fólk fór bara yfir í gjaldeyri fór taka lán í gjaldeyri og innflutningur lækkaði verði og þetta var náttúrulega algjör eyðslu bóla. Þannig að sveiflunar hafa magnað svo mikið. En það sem ég veit að þú hefur óttast mest er það að þetta, ef við förum ekki að finna leiðir út úr þessu, það muni leiða til mikið landflótta. Já, ég hef mikið vandamál þessum lágum launum, Það er auðvitað að leysa ákveðið atvinnuleysis-vandamál með því bara að breyta landinu í láglaunasvæði, en það er engin lausn. Og það er alveg rétt sem ASÍ bendir á að vandamál eru lágu launin og eru náttúrulega samhliða þessum gjaldmiðli. Þetta er allt saman tengt og við verðum að finna lausnir til þess að fara að koma okkar hagkerfi yfir í það sem gerist í nágrannalöndunum og Norðurlöndunum. Og það er að við verðum að fara að koma hér með atvinnutækifæri sem skapa raunverulegan hagvöxt, þannig að við getum farið að hækka laun og borga raunverulega taxta eins og í hinum löndunum. Við erum svo langt fyrir aftan nágrannalöndin. Og það er bara því miður mjög lítið að gerast þegar manni finnst í atvinnumálunum. Og það er náttúrulega vandamál, þetta tvöfalda vandamál, það skortir bæði traust og fjármagn. Við veitum ekki hverjum við getum treyst og það náttúrulega hangir saman við fjármagnið. Fólk kemur ekki með fjármagn nema að það geti treyst einhvern til að fara vel með það og setja það í arðbæra fjárfestingu. Og þegar maður er í svona vandamáli þá er náttúrulega eðlilegt að við kannski lítum út fyrir landsteinum og segja hvað getum við lært okkar nágrönnum? Getum við ekki fara að fá hingað til lands, trausta aðila erlendis frá sem okkar nágrannaþjóðir hafa treyst og hafa sýnt að þeir séu traustsins verðir til þess að hjálpa okkur að byggja upp okkar atvinnuvegi, til að koma með fjármagn og byggja upp.
Því við erum í þessum vanda, hvaða Íslendingum getum við treyst fyrir fjármagni? Og þá standa náttúrulega útlendingarnir erlendis með sitt fjármagn og segja, þið verðið að leysa það vandamál áður en við komum með fjármagn hér. En þetta var mikið talað þetta sko eftir hrunið, það komu hinga menn, Mats Jósefsson og Kari Janeri og norræni sérfræðingar til dæmis og þeir voru með ákveðnar hugmyndir hvernig þetta gera hlutina, en svo var þetta bara gert einhvern veginn allt öðruvísi og þeir fóru. Sko, ég skrifa það, við þurfum gríðarlega erlenda hjálp, miklu meira erlenda hjálp en við gerum okkur grein fyrir og við hefum til dæmis fyrir 2 árum mann ég skrifum að við áttum bara að fá teymi hérna norrænu sérfræðingum frá bankamönnum frá Norðurlöndunum til að fara bara hér inn í bankana og greina vandamál, greina skuldavandamál fyrirtækjana og einstaklinga, koma upp með lausni. Þetta fólk hefur reynslu, þekking og svo þetta sjálfstætt, þetta óháð, þeir þekki ekki inn á íslenska valdastrúktúr, þeir geta komið með lausnir. Við varum komin í gegnum þannig að skafl held ég að miklu leyti, hefði við fengið bara stórt teymi erlendis frá til þess að vinna í þessu strax. Og því miður þessi norrænu sérfræðingar sem reynda að koma hingað, þeir frökluðust hálfpartinn á landibrott. Og ég held að ástandið í dag sýni það að það bara ekki að ætlast til að 300.000 manna samfélag hafi þekking og reynslu í svona miklu hruni og vandamál. Við höfum aldrei þurft að kljást við svona vandamál áður og það ekki eðlilegt að við höfum reynslu og þekkingu, þannig að við þurfum að fá hana erlendis frá. En það er merkilegt að það er ekki eins og búið að greina skuldavandann eftir 2 ár og við erum ekki með hann. Nei, það er ennþá verið að reikna, þannig að og ég hef náttúrulega áhyggjur þegar sagt er að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fari, það er ekki að maður vilja hafa Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hér, það er heldur þeir sérfræðingar sem hann kemur með, sem geta hjálpað og maður sér það, auðvitað hafa þeir hjálpað mikið hérna við fjárlagagerð, fólk getur náttúrulega deilt skattahækkanir og niðurskurð, en þeir hafa sett ákveðin ramma þetta, utan þetta, og maður sé líka með Evu Sjóli, hún gerði alveg ótrúlega mikið, bara ein manneskja í rannsóknarvinnunni, þannig að auðvitað þurfum við meiri hjálp. En hvaða möguleika eigum við? Það er náttúrulega nú deilt ESB eða ekki ESB, hvort við eigum að halda krónunni og við náttúrulega getum ekki bara verið að horfa 2 ár fram í tíma, við verðum að horfa svona dálítið til framtíðar líka. Já, þessu stilt svona upp sko, ESB eða ekki ESB, það er bara nei við ESB, á þess að maður viti hvað það þýðir í rauninni, því að þeir flokkar sem segja nei við ESB, ég get ekki sé að þeir hafi mótaði stefnu til þess gjaldmiðlamálum sem er náttúrulega alveg lykillinn að þessu, stefnu í Icesave, stefnu í atvinnumálum, hvernig á að fá fjármagn hingað til lands, þess að næsta kynslóð geti hreint í framkvæmd sínum tækifærum. Þegar við lítum tilbaka, sko afar okkur ammið, þau fengu erlend fjármagn til að setja landsíman hingað. Foreldrar okkur fekk fjármagn erlendis frá til að byggja Búrfellsvirkjun. Allar kynslóðir hafa þurft að fá erlend fjármagn til að koma sínum tækifærum í framkvæmd. Og hvað ætlum við að segja við næstu kynslóð? Því bara borga skuldirnar okkar. Sko ef við segjum nei, þá er svo mikil hætta að kynslóðan segir bara nei við foreldra sína, við erum farin úr landi. Og þannig að nei í sjálfu sér er ekki nógu sterkt afl fram á við. Nei. Og sko náttúrulega ESB það er náttúrulega margir, ég veit að það er náttúrulega ákveðin minnihluta skoðanir sem ég er með hér að við eigum að fara inn í ESB, en það þó leysir okkar gjaldmiðlavandamál og gæti gert það mjög fljótt, því að við ættum náttúrulega að setja alla pressa á að fá Evrópska seðlabanka að styrkja við krónuna og helst fast setja krónuna innan ákveðna vikmarka. Það myndi skapa það myndi taka gríðarlega óvissu út úr öllu hér og róa erlenda fjárfesta og það er miklu meiri líkur að við fengjum sko erlend fjármagn og viðráðanlegu verði inn í landið leið og fólk sér að við höfum stefnu. Þetta stefnuleysi sem er svo ægilega erfitt og þeir sem eru erlendis, þeir veit ekkert hvert við erum að stefna. Sko, ef við værum með stefnu fyrir utan ESB og segjum nei, við ætlum ekki ESB, við ætlum að fara þessa stefnu, þá gæti það líka hjálpa. En hún verður þá að vera mjög fast mótuð. En þá koma hann upp ýmis vandamál þegar þú ferð að segja nei, við ætlum ekki að fara í ESB, þá segir, hvað ætla að gera í gjaldmiðlamálunum? Hvernig ætla að leysa Icesave? Hvernig ætla að fá fjármagn? Og ef þetta er ekki leyst, þá mun næsta kynslóð að leysa þetta með því bara að fara úr landi og flytjast inn í ESB. Sko hættan er náttúrulega svo, við erum náttúrulega ekki bara með ESB, við erum líka með Noreg við hliðina á okkur, sko, ríkasta land í heimi, olíuríkið mikla, og hérna, sko, við erum með
það talað að Noregur og nágrannaríki, þið getur inni gleypt allt heilbrigðiskerfið okkar, alla heilbrigðisstarfsmenn okkar og borgaði miklu betri laun en þeir hafa hérna, og svo náttúrulega tæknifólkið og straumurinn gæti náttúrulega orðið. Straumurinn þegar, það þarf ekki að líta á tölur Hagstofans að sjá að þessi vítahringur byrjaður. Við erum núna með nettó útflutning af Íslendingum á sama tíma að það nettó aðflutningur af erlendu fólki. Þessi best menntuðu Íslendingar eru komnir í miklu hærra launuðu störf erlendis, til dæmis í Noregi. Það vantar þá fólki ákveðin störf á Íslandi og þá byrjum við að flytja inn fólk sem kannski ekki eins velmennt og ekki með góða reynslu í þessi stöð, fólk sem gerir ekki jafn mikla kröfur kaup. Og þetta ákveðin vítahringur sem byrjar og afskaplega erfitt að stöðva, en þetta tekur 10-15 ár til þess að maður fari virkilega að sjá afleiðingarnar. En á meðan erum við alltaf í ákveðnu krísuástand og leysa krísuvandamál dagsins, en við gleymum stundum að það byrjað ákveðið vandamál hér. Og við sjáum þetta við læknana til dæmis, þetta alveg klassískt láglauna dæmi sem við erum í, gríðarleg eftirspurn eftir læknum í nágrannalöndunum. Og ég meina, ég þekki þetta sjálfur, ég kom námi hérna 1990, þá var ákveðið kreppa ástand hér. Það var ekki mikið vinna að fá og ég fór náttúrulega að sækja störf erlendis og fekk starf þar sem að 3 sinnum betur borgað en hér. Og þegar maður í þeirri stöðu persónulega að sjá maður getur borgað niður námslánin, margfalt hraðar, maður getur fara að safna fyrir, útborgun og íbúð, maður getur fara að byggja upp sem lífeyrisbarna. Þetta eru náttúrulega alveg gríðarlega freistingar fyrir ungt fólk sem að koma úr námi. Þannig að ég segi stundum að hinn tifandi tímasprengja tikkar í grunnskólum og framhaldsskólum landsins. Ég ætla að nefna eitt við í lokin, þú hefur verið að skrifa það sem mann hefur gjörsamlega blöskaraðar að sjá fólk bíða út í alls konar veðrum hér á Íslandi eftir matargjöfum, biðröðum, og það eiginlega bara, og að þetta skuli líðast í þessu samfélagi náttúrulega fyrir niðan allar hellur. Þetta náttúrulega gríðarlegur smánarblettur á þjóðfélaginu. Og þú hefur verið að tala frá reynsluðinni erlendis frá að það sé þó hægt að gera þetta með öðrum hætti. Já, ég kynnt mér þetta semst í Bandaríkjunum og var þar úti og í New York fylki og kynnti mér þetta og talaði við fólk þar og Bandaríkjumenn settu fyrir töluvert löngu kerfi sem að hluti af þeirra landbúnaðarstyrkja kerfi, svo kallað food stamps eða matarkorti núna, sem þannig að það fólk sem undir ákveðin tekjumörkum og eignamörkum, það á rétt á að fá kort, þetta bara svo kreditkort eða debitkort, og það getur síðan farið í eiginlega alla matvöruverslanir og keypt allan almennan mat, næringaríkan og góðan mat. Það vísir svolítið deilt hvort Coca-Cola hefur inn í því eða ekki núna í Bandaríkjunum, en þetta byrjaði náttúrulega með því að það voru sameinaðir styrkjakerfi landbúnaðarins og svona hálfgerð félagsleg hjálp til fátækra. Og það spurning hvort við getum ekki lita og styrkjakerfi landbúnaðarins og breytti á einhvern hátt þannig og fært fjármuni þannig að þeir fari til þessa fólk sem stendur í biðröðum eftir plastpokum. Þetta er náttúrulega mál sem þarf að leysa strax. Og ég er alveg sammála forsetum að þetta mikill smánarblettur. Með allt þetta ónýtta húsnæði líka í bænum sem nú ekki dýrt. Já, og yfir framleiðslu, þetta byrjar náttúrulega í Bandaríkjunum með yfir framleiðslu á landbúnaði, það náttúrulega yfir framleiðsla hér í landbúnaðarsömu sviðum, en það hægt að leysa þetta viljina fyrir hendi. Já, Andri Geir, ég þakka þér bara kærlega fyrir að koma í þáttum. Við tölum við Njörg Njarðvík hér á eftir og síðan Michelle Rocard.